Heiðu, velkomin í vélarrúm fótboltans. Í þessari yfirferð ætlum við að kafa virkilega djúpt í leikkerfi sem getur bókstaflega lyft frammistöðu ungu liðana okkar upp á allt annað plan. Sem þjálfara vitum við nefnilega ósköp vel að miðjan, það er þar sem leikirnir hreinlega vinnast þegar tapast. Þannig að við erum að fara að brjóta niður nákvæmlega hvernig hægt að stýra tempónu, halda boltanum eins og meistarar og hreinlega kæfa andstæðinginn. Allt í lagi, vindum okkur beint í þetta. Staðreyndin er sú að á þessum aldri í U12 vinnast leikir bara alls ekki á því að negla boltanum hátt og langt fram völlinn. Við erum löngu hægt að spila þennan gamaldagsa sparkað og vonað fótbolta, eða ekki? Árangur á þessu stigi byggist ekki á heppni, heldur snýst þetta allt að stýra svæðum, opna réttu sendingarvinklana og stjórna leiknum af fullkominni yfirvegun. Og hér er teikningin sjálf, UEFA Elite 2-4-1 kerfið fyrir 8 manna bolta. Við erum að tala um 1 lið, en 8 gríðarlega mikilvæg og samtengt hlutverk. Uppstillingin er einföld á blaði, 2 hafsendar, 4 manna tígull á miðunni og svo 1 fremstur. En galdurinn er að hún er fullkomlega hönnuð til að dæla út endalausum sendingaþríhyrningum. Við ætlum að taka þessa stóra mynd, hlutana niður og skoða nákvæmlega hvernig við verjumst, byggjum upp og skorum úr hverju einustu stöðu. Byrjum aftast. Markvörðurinn okkar. Málið er að leikmaðurinn í þessari stöðu er alls ekki bara mættur til að verja skot. Nei, engan legin. Hann er fyrsti sóknarmaður liðsins og auðvitað öftustu varnarlínan líka. Ef við viljum hina fullkomnu fyrirmynd fyrir svona hlutverk, þá dettur manni strax í hug Manuel Neuer, nákvæmlega eins og hann spilaði á heimsmeistaramótinu. Sjálfstraustið uppmálað. Ef við setjum þetta í taktist samhengi þurfum við að venja markverðina okkar á að spila sem sópandi markverði, að vera svo kallaður sweeper-keeper. Þeir þurfa að standa hátt og teig til að mæta löngum boltum yfir vernina. En stóra prófið, það er róin. Þegar pressan kemur þurfa þeir að halda haus, spila boltanum út með stuttum sendingum í botnin og tíglinum eða dreifa honum yfir á vængina. Og þegar við viljum refsa hratt, þá setjum við inn í fluggýr með snöggum kostum eða flötum, stungusendingum, beint framvellin. Geggja vopn. Nú, það sem er virkilega áhugavert hjátna er hvernig þessir 2 miðverður okkar smetla saman í einn órjóvanlegan vegg í gegnum hjarta liðsins. Þeir eru lásin okkar. Við erum að leita þessum yfirveguðu sendingargeiðum og stöðuleika. Hugsið ykkur bara Virgil van Dijk eða Josko Gvardiol. Það er þessi ískalda ró sem við þurfum þegar við erum bæði að verjast og að ræsa sóknina. Til að þetta gangi upp þurfa þeir að hleyfa sig nákvæmlega eins og pendul. Ef annar miðvörðurinn stígur upp til að pressa, verður hinn hreinlega að detta inn og loka bakgríminu. Það mega aldrei vera meira en svona 10-15 metrar á milli þeirra. Þeir eiga bara að eta upp plásið og þynga andstæðingin út af hliðarlínu. Og hérna er punkturinn varðandi uppbygginguna. Við tímum engar óþarfa hreinsanir. Varnarmennirnir eiga að brjóta línur. Þeir leita að því að spila boltanum beint í gegnum fyrstu pressu andstæðingins og inn í tíglun og miðjunni. Færum okkur þá ofar, beint á vélina sjálfa eða angerið í líðinu. Aftasti meðjumadurinn, sexan okkar, situr á botni tegulsins. Þetta er leikmaðurinn sem beigði lokar svæðunum fyrir framan hafsendana en á sama tíma stýrir hann taktinum alfarið þegar við erum með boltan. Við þekkjum öll meistaran í þessu hlutverki, já auðvitað Sergio Busquets. Algjör fyrirmynd fyrir unga leikmenn. Aðalatriði fyrir þennan leikmann er nefnilega akkurat þetta, að skima stöðugt yfir öxlina. Í varnavinnunni er hlutverkið frekar skýrt að vernda miðverðina og hirða upp alla seinni bolta. En í sóknarleiknum, þá verður sexan okkar að vera búin að mynda sem mynda vellinum áður en boltinn kemur. Með því að taka við boltanum í hálfsnúningi, opnast vellurinn hreinlega eins og töfrum sér líkast. Og þá er auðvelt að halda flæðinu gangandi með 1 eða 2 snertingum og skipta spilinu snöggt yfir þar sem plásir er opið. Þá komum við að lungum liðsins, væng og svæðismiðjumenninir okkar í stöðum 7 og 11. Þetta eru leikmennirnir sem móta tíkulinn, búa til breytina og hlaupa hreinlega úr sér vitið. Hugsið ykkur yfirvegunina í Luka Modric þegar hann snýr sig úr pressu á miðjunni og blandi því svo saman við vinnusemina og formfísina í Antoine Griezmann sem er endalaust hlaupandi upp og niður allan völl til að hjálpa liðinu. Ef við brjótum rúmfræðina aðeins niður, þá sjáum við að þessir miðjumenn verða að vera mjög dýnamiskir. Þeir eiga að færa sig stöðugt inn í þessi eftirsóttu hálfsvæði til að geta alltaf verið klárir í að mynda þríhyrning bæði við sexuna á botninum og 10 á toppnum. Þetta gerir liðinu klæft að hreinlega flæða yfir andstæðingin og búa til hrikalega sterka tölulega yfirburða á vellinum einfallega af því að það eru alltaf opnir möguleikar á sendingum.
Þetta hlutverk krefst samt alveg gífurlegrar vinnusemi. Út af bolta eiga þeir að pressa andstæðinginn inn á miðjuna og loka hann inn í gildrum úti á hlíðarlinnunum. Þeir þurfa líka að geta stokkið aftur tilbaka í vörnina þegar við missum boltan. Sóknarlega þurfa þeir svo stundum að finna rétta augnablikið, mæta inn í teigin eins og draugar utan af kanti, innmitt þegar sóknin er að byggjast upp hinum megin. Algerir lykilmenn. En heyriði, galdrarnir gerast sko verkilega þegar við horfum á toppin á tílinu. Tían okkar, leikstjórnandinn sem getur einn og sér stýrt tempónu og algjörlega ráði gangi mála. Og við vitum öll hvar holdgerfingur þessa hlutverk sér. Lionel Messi, stýrandi argentinska landsliðinu, mætur upp úr þurru og sker varnir andstæðingana smjör. Þá við séum að tala okkar hættulegasta sóknarvopn á miðjunni. Þá megið ekki gleyma að mörkavélin byrjar í raun í varnarvinnunni. Tían á að draga vagnin í fyrstu miðjupressunni og klippa á sendingaleiðirnar inn á miðjumenn andstæðingsins. Með boltan þarf þessi leikmaður síðan að vera algjör snillingur í að finna plássið í hálsvæðunum beint fyrir aftan pressuna, snúa lyftusnögt fram og stinga boltanum í gegn eða bara hreinlega dundra á markið að færi, ómetanlegt. Og á fremsta oddninu mætu við framherjanum. Þegar lið spila með aðeins einn á toppnum, þá verður sá leikmaður að búa yfir magnaðri blöndu af hæfileikum. Þetta krefst miskunnarlaust vinnuþreks og baráttu eins og við sjáum oft hjá Julian Alvarez í pressunni, blandað saman við drápsfísnina og sprengikraftin í lokasendingu eða skoti sem Kylian Mbappé er þekktur fyrir. Svo lítil kröfu harka á einn leikmann, en svona er þetta á þessu stigi. Það er svo ofboðslega mikilvægt að brýna fyrir framherjunum að hann á aldrei frí þegar við missum boltan. Hann er okkar fyrsta varnarlína. Markmiðið er að fara í miðverðina af fullum krafti og ræna boltanum eða framkalla mistök djúpt á þeirra helmingi. Í uppbyggingunni þarf hann síðan stundum að spila með bakið í markið, draga í sig miðverði og spila boltanum tilbaka á tíun okkar. Þetta er einmitt það sem opna fyrir þessi bannvönu skálaup inn fyrir vörnina. Ok, tökum þá þessi einstaklingshlutverk sem við erum búin að kryfja og sjáum hvernig þau renna saman í eina öfluga heild. Til þess að þessi UEFA Elite tígul fari raunverulega á flug, þá verður allt liðið, allir hópurinn, að vinna taktist eftir sömu reglunum. Þessi tabla er fullkomin svindturblað fyrir æfingarnar. Hugsum okkur liði bara eins og stór lungu. Þegar við höfum boltan andum við inn og gerum völlin eins stóran og hægt er. Við teygjum á öllu, breikkum spilið og búum til þríyrninga út allt. En leið og andstæðingurinn tekur boltan, andum við frá okkur og minkum völlin hratt. Við lokum miðjunni, þjöppumst þett saman og köfnum hreinlega sóknina þeirra. Og síðan er þetta að tala um 5. 5 sekúndnareglan. Þetta skiptir algjörum sköpum þegar við tölum um stöðubreytingar eða augnabliki þegar boltinn vinst eða tapast. Tíkutin okkar á aldrei, og ég meina aldrei, að fá detta niður og hvíla sig. Nei, leið og við missum boltan eiga allir næstu menn að smetla saman eins og stálgildra næstu 5 sekúndnar. Öll orkan fyrir að vinna boltan strax aftur til að búa til nýtt tækifæri úr ójafnværi andstæðingins. Þannig að þegar uppir staðið að púsla saman virkilega sterku ungbufótboltaliði, það er bæði list og vísindi. Frá tækni sópandi markverðarins upp í hárnákvæm skálöp framherjans. Þetta er UEFA Elite 241 kerfi getur umbreytt leikskilningi. Spurningin okkar allra fyrir næsta æfingu hlýtur þó að vera þessi. Eru liðin okkar virkilega tilbúin að stjórna tiglinum af kænsku og krafti eða verða þau undir í vélarúminu þegar út á völlin er komið? Við skulum fara og finna það út.